Gott að vera með ykkur aftur. Í dag ætlum við að fjalla svolítið kosningabaráttuna sem nýja af staðinn, niðurstöður kosningana, framtíð baráttunnar og svo framvegis. Með okkur eru Anita da Silva, eins og venjulega, og Trausti Breiðfjörð Magnússon, velkomin. Og Eyjólfur B. Eyvindarsson, betur þekktur sem César A. Nú, í gær vorum við með góðan fund hérna í Bólholtinu, í Vorstjörnunni, félagsheimilinu okkar. Við erum meina mynd til að sýna því það fullur salur og hellinga fólk á Zoom, góð stemning. Þrátt fyrir það að við komumst ekki inn á þing. Sósíalistaflokkurinn hélt í raun bara sama fylgi og síðan. En nokkuð áhugavert að helmingur atkvæðanna sem við fengum síðast fór eitthvað annað og helmingur kom nýr inn. Þannig að það eru svona sviptingar í þessu. Á fundinum í gær var ýmislegt rætt en það sem stóð upp úr var að það er mikill baráttu andi ennþá í fólki, mikið af virkum félögum sem vilja láta til sín taka. Þannig að við erum alls ekki að gefast upp, við erum alls ekki niður lútin, við áttum okkur á nauðsyn þess að berjast fyrir sósíalisma og það má nú kannski segja að sé ákveðin sigur í því alltaf að ná lengra á þessum hugmyndafræðilega fronti að fleiri geti sagt vera sósíalistar að þess að þurfa að skamma sín að líða gríðarlegar skammir fyrir það. Trausti, hvernig líður þér núna svona eftir kosningabaráttuna og í ljósi niðurstaðana og svo framvegis? Já, ég var svolítið að fylgjast með þessu utanfrá núna. Ég hættistur eins og borgarfulltrúi fyrir nokkrum mánuðum síðan vegna veikinda og hafði verið leyfið þar á undan en ég svona svolítið búin að fyrir utan þetta allt. En ég kíkti nokkrum sinnum í kosningabaráttuna og sem ég tók strax eftir var hvað voru rosalega margir að taka þátt. Ég sá rosalega mikið mun bara einu ári frá því að hafi verið svona virkur. Hvað er rosalega mikil þáttaka og sérstaklega ungu fólki sem mér finnst vera mjög jákvætt. Greinilega búið mjög gott starf unnið. En svo náttúrulega kosningarnar auðvitað vonbrigði, maður getur ekkert einhvern veginn komist undan þeirri tilfinningu sem kom upp. En ég held að flestum og mér líður líka þannig að vonbrigðin hafi ekki kannski verið rosalega lengi, allavega eftir sem ég hugsaði þetta lengra af því að eins og þú segir að fórum við að fundi í gær og þá tók ég líka eftir hvað voru margir mættir og þessi mynd sem var þarna, hún sýnir eiginlega ekki þann fjölda sem var þarna, voru miklu fleiri en voru þessari mynd, þetta var alveg lengst sko. Fullur salur. Já, fullur salur og það gefur mér rosalega mikla von og það var mikið talað að við þyrftum til dæmis að efla okkur á landsbyggðinni og ég held að það sé mjög spennandi verkefni. Okkur getur vissulega gengið mjög betur þar og við erum mjög sterk í borginni en landsbyggðin held ég að sé mjög mikið forgangsmál. Þannig að já, þetta eru náttúrulega bara blendna tilfinningar held ég sko. Sammála. Hvernig leið þér, César? Mér fannst mjög gaman fyrst reyndar bara þegar að stjórnin var sprengd þá allt í náttaði mig á því að það var búið að vera svona eitthvað þunglindi sko. Þannig að það var svo léttist tilfinning. Þá var ég fyrir vestan og Ísafirði þá allt í einu bara svona bara svona allt í einu byrti til einhvern veginn og svo fór alltaf stað og þá fann ég fyrir þessari hreyfingu og það var það sem var svo gaman og líka sko við fórum í 10. sæti Reykjavík norður fórum í Smáralind og fleiri staði og þá var fólk sem kom með mig bara þú veist ég hef nú aldrei kosið til vinstri eða ég kannski ekki þetta er gott hjá okkur og svo var eitt ég var að vinna upp í sjónvarp á tímabili þá var eitt framleiðandi sem nú kannski svolítið meira íhaldsamur en hann kom bara, ég jafnvel bara kýs ykkur og bara þetta var svona, þú veist, svo kom eitthvað svona, þú veist, ég framsók þetta eða eitthvað svona hitt eða þið verið að tala við unga fólki eða eitthvað svona en það var svona, mér fannst vera stemning, það var alltaf að tala um að svo mikið stemning í Viðreisn og eitthvað svona en ég veit ekki alveg, sko, það kannski bara því að það er ekki mér flokkur, ég veit það ekki en mér fannst þetta bara gaman og maður fann fyrir svona einhverju svona kraftu, einhverju hreyfingu. Svona samstuð. Sammála. Já, og það er náttúrulega styrkurinn er það, sko, að við stöndum saman, við erum jafn mikið sem við einhvern gefum allt í þetta. Kosningarnar sjálfar hins vegar náttúrulega, sko, það þarf að taka í gegn allt þetta kerfi, þetta kosningakerfi. Guð sammála. Þetta þessi 5% sem ég segja þröskuldur, ég fann að kalla þetta vegg kannski þá mikið. Nei, þetta er veggur. Já, af því að þetta er beinlínis andlýðræðislegt. Sko, og ég meira að segja, sko, ég var í kosningaeftirliti og ég var niður í Ráðhúsi og var upp í Holtagörðum og fleira og þá hitti ég, þú veist, fólk sem ég veit að eru hægri menn, sko, og en samt bara lögfræðingar og eitthvað svona. Það var ein kona sem kom til mér og sagði bara, þú veist, það má ekki gerast að vinstri detti út af þingi og svo gerist það út af þessum,
Sverrir Hermannsson þessi 5% sem var veggur sem var settur gegn frjálslyndaflokknum og þetta. Þau komist inn þá áður en að það var komin þessi þröskuldur, var það ekki? Jú, það var gert til að koma í veg fyrir kæmast aftur inn, sko. Já. Svo náttúrulega þessi arfleifð þeim Vinstri grænna hafa svolítið kannski yfirgefið sósíalismann og svo náttúrulega að fara í stjórn með sjálfstæðisflokknum og fá eiginlega ekki neitt að sínum svona stærri málum í gegn í stjórnarsáttmálunum, þannig að niðurstaðan var að það var rekin bara svona hægri efnahagsstjórn sem bara stúdfulla útlendinga andúð og grafundarréttindum þeirra og stóð ekki fætunar gegn síonismannum og svo framvegis og Píratar náttúrulega eru þarna líka á þessu sviði, eru svona, þú veist, þannig bólaði ekki mikið róttæka félagshyggju hjá þeim svona yfir árið fannst manni sko. En svo þegar kemur að kosningum og flokkarnir eru að merkja sig inn í þessa kosningaáttavita og þá eru Píratar, sósíalistar og Vinstri grænir bara á sama stað. Þetta er náttúrulega ekki fullkomin próf en þannig að þau virðast vera þarna en það er svona fjölbreytni þannig að þetta tengist þessu líka en svo má nefna það að í Evrópu á mörgum stöðum eru svona róttækir vinstri flokkar mjög sambærilegir við sósíalistaflokkin og þeir eru oftast í á þessu svæði 4% upp í 5%. Þeir eru náttúrulega með þingsæti þar og þingflokka en Anita, hvernig fannst þér kosningabaráttan og hvernig líður þér eftir niðurstöðunar? Sko ég verð að taka undir það sem að þið eru að segja. Ég fann ekkert eðlilega mikla svona samstöðu og bara og mikið af nýju fólki sem að sýndi ekki bara okkur áhuga heldur bara pólitík almennt og bara því sem var að gerast. Kannski sem áður hafði ekkert pælt í þessu eða skildi jafnvel ekki hvað var í gangi og ég fekk einmitt rosa mikið bara svona ógeðslega flott hjá ykkur og bara jákvæðni og gagnvart okkur sko sem að ég svona fann ekki kannski seinast eða svo veist, svona ekki alveg eins mikið en mig grunar bara að í endan hafi fólk farið að kjósa strategískt. Mig grunar að það hafi út af alveg upp að kosningunum sjálfum þá var ég svo, við komumst inn bara miðað við alla, þú veist, allan en að vindu út vænginn og ég trúði því líka, sko. Skilurðu, ég var alveg handviss. 10% í Reykjavík norður manni. Right. Þá var maður bara að bíða eftir að þær kæmu, þetta hýfur okkur upp og svo bara einhvern eins og það náðist heldur ekki á lokametrunum, sko. Þannig það eitthvað klikkað þarna, ég veit ekki, ætla að hafa ekki, ég vil meina að hafa verið eitthvað svona strategísk að því að fólk hafi svona kannski bara kannski ef þau komast ekki inn þá frekar kýs ég veit ekki Viðreisn eða styrkja samfélkinguna. Já, styrkja einmitt algjörlega. Það getur verið mjög blóðugt að mælast með 5% daginn fyrir kosningar. Einmitt. Sko. Þá er fólk ekki endilega veist hvort að eigi að taka sjálfsinn, sko. Sem er skiljanlegt, sérstaklega með hennan risa tröskuld en svo reyndar er svolítið áhugavert með þetta að þú veist það verið kannski að keyra á þessu síðustu vikuna sumir flokkar svona að reyna að nýta sér þetta að segja þú veist ekki kjósa sósíalista eða Pírata eða Vinstri græna þeirra eða atkvæðanum ykkar en svo er raunin kannski svo sko að út af því að það var verið að pressa það og margir eru hræddir við að kjósa sósíalista út af þessu að þá akkurat út af því eyðast þessi atkvæði sko út af því að það var kannski alveg heilt prósent eða eitthvað eða meira sem að ákvaða að gera þetta. Þú postaðir einni skoðanakönnun nú náttúrulega Meta og Facebook er náttúrulega mjög sérstakt fyrirbæri sko. En ég sá það einhverjum dögum eftir 3 dögum eftir að þú hafði postaði og þá var heldur könnun sem kom á föstudeginum eða eitthvað, var ekki félagsvísindastofnun eitthvað svoleiðis og þá var aftur sósíalistar í 6% að því að síðan var sko þú ert að tala um að pundinum gæðir einmitt líka að fréttamenn hefur farið að tala um þessi er ekki að fara að mælast það var bara svona eins og þetta væri einhvern veginn ég veit ekki hvort það samantengir ráð en ef það er alltaf verið að minnast á það þú veist það er einhvern veginn fólk er alltaf þú veist það verður svo hrætt og svo þessar auglýsingar frá Samfylkingunni sem að þú veist ég veit ekki það má túlka það hann að vera að segja að ein vinstri kostunum væri Samfylkingin. Ég man að fjölmiðlar voru ekkert mikið að tala um þessa könnun á félagsvísindastofnun sem var Gallup kom með könnun þar sem sósíalistar voru mælast í kringum 5 svo kom félagsvísindastofnun sama dag og sýndi 6 eitthvað en fyrirsögnin var samt það kom aldrei einn fyrirsögn sko úr þeirri könnun það var svona meira að vera að tala um hinar og svo var eitthvað fyrirtæki doktorsnemar í HÍ með Medill það var búið að reikna út að við kæmist ekki inn sko allar mælingar sem sýndu það þannig að hefði það einhver áhrif
gæti verið sko. Það voru mikið verið að hræra svona fram og tilbaka eitthvað. Ég held að það getur líka bara ruggla fólk sko. Já, Í mörgum löndum er bannað að sína skoðanakannanir og gera þær eftir bara viku fyrir kosningar eða 2 meira sem Já, af ástæðu. Af ástæðu. Ég held að það sé Það hefur sniðugt. skoðanamyndandi ári rannsóknir og sýnt fram á það að það getur svona bandwagon effekt kallast Já. það, þannig að ef stærsti flokkurinn mælist stór fyrir kosningar þá er allir bara, heyrðu, þetta eru vinnararnir, ég fer þangað og Ég einmitt held. getur líka verið í hinn áttin, einhverju mælast ekki nú átt og þá yfirgefur fólk. Þannig að Þetta séu stóru mistök að vera með þessa endalösu kannanir og vera alltaf að birta þær allstaðar. Þetta er rosa ruglandi. Þú veist, þetta er einmitt bara, ok, hvað er þá að kjósa? Byrju, einmitt, eins og fólk sem að skilur ekki alveg hvað er í gangi eða er ekki vant að partake, taka þátt. Sér þessu skoðanakannar og bara svona, svolítið bara svona eldi það. En svo er þetta breytilegt bara eftir hverja einustu viku eiginlega. Frekar heldur en þá að vera að fylgjast með hvaða málefni, þú veist, Einmitt. hvað fólkland að gera og hvernig ætlaði að fjármagna, hvernig Algjörlega. ætlaði, allir ætlaði að breyta eða virkja eða stjórna landamærum eitthvað, en hvernig ætlaði að gera það, þú veist. Það var bara, já, það er svona eins og eitthvað vinsældakosning, svona. hvernig fannst ykkur umræðan til dæmis í fjölmiðlum vera, hvernig fannst ykkur svona umfjöllunin fyrir kosningarna að vera, fannst ykkur vera að Hvort okkur þá, eða? Nei, bara almennt, þú veist, hvernig var verið að fjalla kosningabartuna, var nógu mikið á svona umræðum teknor og dýftina eða var Mér fannst vera svolítið mikið sko, ég man að Rás 2 með eitthvað svona pallborð sem var sýnt á RÚV 2 og það eru svona nördarnir kannski aðalega sem að horfa á það sko, ekki svona the common man sem maður segir og þá eru svona 11 frambjóðendur þannig að þú nærði ekki að fara á dýftina en maður hugsa kannski hvort ætti einhvern veginn að skipta þessu upp þannig að fólk geti verið að ræða saman og fara á dýftin inn í einhver En ég var fljótt myndur á okkur ég fíl ekki flesta pólitíkusa alveg neitt og mér pirrar þetta í flesta pólitíkusa af því þetta er svo mikið full oft sko, eins og Viðreisn að keyra á því að það væri hægri hagstjórn en vinstri velferð, þetta gengur þetta ekkert upp og svo eru þið að tala um að nei, við viljum ekkert engavæða, við viljum auka engarekstur sem er að engavæða er að auka engarekstur Hvernig er það ekki að sama? Þú getur náttúrulega ekki unnið kosningar af því að já, við ætlum í niðurskurð og við ætlum að engavæða og við ætlum að þetta er ekki vinsælt ekki nema útskýri bara, þú veist, engarekstur er að þá ætlar að fjölga engafyrirtækjum en þú veist, þau koma alltaf upp í gegnum og það er eitthvað sem er tekið frá almanna eigu eða búa til úthýsa og þetta sem kallað er, þú veist. Og einmitt í heilbrigðisþjónustunni þá er það sjúkratryggingar sem síðan dekka þennan engarekstur, sko. Og þetta er bara mjög slæm þróun. En því miður að þá er alveg margir á þessari línu. Ekki bara Viðreisn. Stuðningurinn hefur aukist við með aukin einkarekstur í heilbrigðiskerfinu á síðustu árum. Það var eitthvað ný könnun sem sýndi fram á það. Það er náttúrulega búið að vera markvisst líka að vinna í þessu. Sko, Framsóknarmenn fóru að styðja þetta og fleiri og einhvern veginn verður þessi áhrifa. Fólk líka, þú veist, þessar einkareknu heilsugæslur, fólk er kannski að koma þangað og tekur eftir að þjónustan er svona aðeins betri en á hinu. Kannski það sé bara gott, en það er náttúrulega út af það er búið að vera eyðileggja opinbera. Skera niður flattinn og bara sína tíundatökum. Sko. Líka bara gengur svona ofboðslega vel í Bandaríkjunum með það. Sjálfan mér eða Bretlandi einmitt. Svo er þeir alltaf að segja sko, hægra fólki er alltaf að segja sko, já, þú veist, já, þetta er engareikið en sjúkratryggingar dekka þetta bara, þannig að engar áhyggjur allir fá aðgengi og allir eru sko, þykjast vera alltaf að segjast vera jafnaðamenn á Íslandi, basically þau segjast vera jafnaðamenn að það verður jafnt aðgengi og já, sjúkratryggingar dekka þetta en eins og við sjáum á Bretlandi og Bandaríkjunum það verður endalega á því að verða bara rándýrt. Mér finnst það líka bara verið svolítið refurinn að reyna að lokka hænar í opna hænsna koma fyrir sig sko, því að hvað gerir síðan þegar þetta er komið, þetta verður miklu meiri kostnað fyrir sjúkratryggingar eins og sem í Bandaríkjunum að vera niðurgreiða þessar einkareknu stöðvar og það er fjölmörg dæmi það að sérfræðilæknar að senda ykkur rukkanir upp á 100.000 sko, fyrir eitthvað smávægileg verkefni til sjúkratryggingu og það er engin yfirsýn eða neitt og áður en vitum að þetta er dýrt og þá fara að koma rökin heyrðu, ef við kannski bara engavæða sjúkratryggingar og bara fólk geti keypt sér tryggingar og frjálsum markaði þetta er alltaf eitt skref í einu á hægrinu sko. Þetta er svo handritað eitthvað hryllingsmynd sko, maður sér hvernig þetta er sko, gert, þetta er bara þeir geti ekki satt lengur við viljum engavæða, það má ekki segja það er orð sem maður veit að fólk fílar ekki þau voru mjög móðguð oft sko, ef ykkur var að segja að þau vilja engavæðingu nei, við viljum ekki engavæðingu, við viljum auka engarekstur Já, alveg ótrúlegt en svo er svo sjúkratryggingar geta farið líka bara að segja nei, sáu ekki hann var skotinn hvað var það, CEO að United Healthcare fyrir fólk sem ekki veit að það var sem sagt svona forstjóri stórs heilsutrygginga fyrirtækis í Bandaríkjunum var bara skotinn út á götu
og þetta fyrirtæki er þekkt fyrir alveg bara viðbjóðslega siðlausa hegðun. Við erum að tala það að neita krabbameinsveikum börnum nauðsynleg lyf sem þau eiga allan rétt á og læknarnir sem reyna að fá lyfin áfríða frá tryggingunum eða áskrifað að trygginguna segja bara nei, þetta annarkvort barnið á ekki séns, við teljum þetta ekki vera þessu virði, það er allt gert þess að spara peninga þannig að það er hryllilegt ofbeldi sem kraumar hann undir niðri og það er kannski bara, og líka á móti viðbröðin í bandarísku samfélagi var endilega bara það fór fólk að posta af því þetta fyrirtæki var með held ég mesta hæsta prósentið af felldu niður 36% sem er bara neitað sem er bara, nei hjá fólki sem er með tryggingar og þú segir þér nei, þú átt ekki rétt þú ert að borga fyrir þessa þjónustu fólk kannski náttúrulega þekki hvernig tryggingafélögin geta verið bara venjulega tryggingafélögin og ímyndið ykkur það bara í heilbrigðisþjónustu, nauðsynlegri lífsnauðsynlegri heilbrigðisþjónustu og þetta eru miklu grimmari bandarísk tryggingafyrirtæki. Já, það var fólk sem út af þessu, þetta var alltaf morð og allt það og það er hræðilegt en við getum skilið að þú veist, það er annað fyrirtæki sem að fólk voru svo póstum, heyrðu, þetta er þessu fyrirtæki sem að lýsti því yfir að ekki ábyrgst að fólk fengi svæfingu í gegnum einhverja ákveðna aðgerðir þannig að þú veist hvað er þetta eiginlega? Þeir voru búin að reikna út meðaltíman sem tekur að vera með svæfingu og ef það fer eitthvað fram yfir þann meðalreiknaða tíma sem þeir voru búin að reikna út þá þarf sjúklingurinn að greiða það sama þótt að koma eitthvað upp á í aðgerðinni og það er svolítið verið að gera þetta með sjúkratryggingar að breyta því svolítið í svona apparat sem er að bjóða út til lægstbjóðanda það var eitthvað mál á Landspítalanum manni ég man ekki hvort það var eitthvað æðaleggir eða eitthvað sem voru boðnir út það versnaði allt með það og alls konar svona mál sem er að koma upp í staðinn fyrir að fókusin sé að gera heilbrigðisþjónustuna svona besta þá snýst þetta allt svona hagkvæmni sem er í rauninni ekki hagkvæma því að það eru fleiri sem að verða bara veikari eitthvað sem er með tjóni fyrir samfélagið og allt það og hagkvæmni fyrir hvernig mitt og það var nú merkilegt að það var maður sem vann hjá bandarísku leyniþjónustunni ég held að á 10. áratugnum þá var hann að tekið viðtal við hann og hann var svolítið svona uppljóstrað gangmálana að tala hluti eins og fólk kannast kannski við economic hitmen og hvernig þeir eru að reyna að komast í auðlindir og annað en hann var að segja að varðandi Kúbu Bandaríkjamenn mega ekki vita sannleikann Kúbu af því að Kúba er svo miklu fátækara land en Bandaríkin og samt getur Kúba undir viðskiptabanninu og undir öllum þessum viðskiptaþvingunum sem er alveg gífurlegar og bara Bandaríkin og Ísrael er að stoppa það eða halda því við en samt geta það haldið út í alveg virkilega öflugu heilbrigðiskerfi sem að fyrrverandi aðalritari Ban Ki-moon sagði að það væri bara til algjörar fyrirmyndar í heiminum það er einstakt sem er magnað af því að Bandaríkin neita að stunda viðskipti hvaða fyrirtæki sem sendir lyf til Kúbu það er rosalegt svona leverage sem þeir hafa en þá að Kúbu er einmitt farið í það bara að styrkja vísindamenn í það bara rannsaka og búa til sinni eigin lyf eins og við gerum til dæmis í COVID magnað og voru að dreifa því út Suður Ameríku það var áhersla á það eftir byltinguna að menntunarstig fyrst og náttúrulega voru að útrýma ólæsi en svo var Fidel og þess töluðum það að það ætti að auka menntunarstigið og búa til vísindamenn þannig að þeir eru með mjög öflugan lyfjaðina en viðskiptabann engi er náttúrulega þetta er náttúrulega eins og í myndinni Sicko við sáum hana þeir eru fara með fólk til Kúbu og þeir eru bara þessi lyf kostar bara $0,5 eða eitthvað af því þetta er ekki hagnaðardrifið þetta er af ríkinu þetta er bara kostað út og þannig er þetta miklu hagkvæmara í raunverulega hagkvæmara fyrir samfélagin almenning fyrir fólkið nú er maður svolítið áhyggjur líka þegar það er búið að kjósa það er engin flokkur á Alþingi sem hefur einhvern veginn bakbeinið í að tala gegn þessu lengsti vinstri flokkurinn er Samfylkingi núna og þau eru meira svolítið svona fylgjandi þessu svona blandað heilbrigðiskerfi og ég áhyggjur að þau get ekki verið meitt inn á mótspyrnu gegn aðaldinu sem kemur frá hægri í stjórnarandstöðu og það muni bara gefa undan þrýstingi til þess að passa hægri gagnrýnishyggju og mikið og það er svona það slæma þessar kosningar að það er ekki neitt aðald frá vinstri við sem í borginni að það er mjög gott að við sem í sósíalisti minnihluta því þá eru ekki bara með hægri mennina þannig að þá get allan að kratin sagt að gagnrýnir frá hægri og vinstri við ætlum þá bara að vera kratar en ég áhyggjur að hægri sé núna bara að fara að toga
þessa flokka ennþá lengra til hægri og þá svona spurningi hvað planið hjá okkur sko, hvernig ætlar vinstrið að vera núna í að beita þrýstingi á stjórnvöld. Mér finnst nú áhugaverð í þessari kosningabaráttu og við ræddum það svolítið á fundinum í gær einmitt að þú veist fólk vill sterkt opinbert heilbrigðiskerfi, það bara frekar skýr almannavilji sem sést alltaf það þú veist og líka hugmyndin sósíalisma að vera svona meðtækilegri, það var ekki eins og í síðustu kosningabaráttu þar sem vorum mun skrýmsla væddri sko, það eru fleiri að segja já þetta fyrir hjá okkur en kannski ákveður að kjósa okkur ekki að því að það heldur að það sé betur borgið að kjósa samfylkinguna og svona, við hafa sum fín rök fyrir því sko, en við þurfum þá bara áfram að vera að vekja athygli á þessu og sérstaklega með svona slow motion einkavæðing heldur bara áfram þú veist, og fjársvelting líka sérstaklega ef nýja valkyrjustjórnin verður einhvers konar svona pattstöðu stjórn sem eiginlega hlýtur að vera að mörgu leyti að þá þurfum við bara áfram að vera að veita mjög öfluga félagseigna stjórnaranstöðu fyrir utan þing. Við höfum það líka bara að sjá hvernig þessum samningaviðræðum, stjórnarmyndunarviðræðum fleygir fram af því að sko, jú, það getur vel verið að við erum samfylkingi í einhver leyti, einhverja fleti en þriðji flokkurinn sem kemur inn hvað flokkur fólksins, það ekki. Ég veit ekki alveg hvernig þetta á að ganga upp sko. en maður vonar það náttúrulega núna að því að núna þetta það sem að þú veist, þannig að þá eru þá komin út í það að þetta skári kosturinn heldur en fá sjálfstæðisflokk Framsókn og þetta það nefnilega, maður klárlega þetta svona besti kosturinn sem á borðið núna maður vonar innilega að þetta takist betra við séum ykkur svona pattstöðu og kannski árangur á sviðum frekar en að við höldum áfram bara hart í hægri sko ég sá alveg vilja til breytinga í þessum kosningum sko þó þetta hafi ekki farið nákvæmlega eins og við vildum væntanlega en þá þetta hefur alltaf verið alveg bara sko gífurlega mikið blátt alltaf en ég að sjá þá missa svolítið þannig það er búið að vera þú veist og það verður bara meira til sem á liður sko. bara ekkert, já það er svolítið þessi svona konsensus farin sko þeirra einhvern veginn orðræða ekki lengur svona meginströms orðræðan þú veist, öll þessi nýfrælsvíki orðræða með finnst svona stórlítið almenningi einhvern veginn búin að brjótast út úr svona já og svolítið hrista sér óttan líka já, hrista sér óttan við einmitt algjörlega, við það bara við bara ok, það er allt í messi þeir eru búin að fá að stjórna hérna og bara raða onni okkur nýfrælsvíki og hvernig staðan ég ekki með heimilislækni já, vallaefni og leigu já, einmitt engin með plási leikskóla og við aldrei verið ríkara samfélag það var miklu meiri meðvirkni líka í samfélaginu gagnvart sjálfstæðisflokknum ég finnst þess að svo meðvirkni var líka minkað fólk sé ekki eins hrætt lengur bara við að segja hlutin eins og þeir eru ég veit ekki sko hvað breyttist nákvæmlega með það var einhver hluti af það sko þetta var þú veist 40% eða 30-40% það var hluti ég held að kjörfylgi sé eitthvað stað 12-15% sem beinlínis hefur hafið kjósa sjálfstæðisflokkin svo það sem var ofan á það fólk sem hélt að yrði ríkt af að styðja þetta svo kemur náttúrulega ljós að það var það ekki og nýfrálshyggjan segir að allir fá bita eða fá bita og kakan stækkar en svo náttúrulega höfum við séð það bara eins og með Liz Truss þegar hún kom fram og hún var bara að þylja svona einhverju semi-möndur Ferski forsætisráðherrann hjá Íhaldsflokknum einmitt, takk fyrir það Ertu hún ekki með svona hægri hagstjórn vinstri velferð? Jú, það var svolítið sko, nema hvað hún fór að þylja upp á þetta gamla bara nýfrálshyggju ævintýri og markaðurinn, breski markaðurinn sagði bara nei, við erum bara að sjá að þetta gengur ekki þú veist, það er bara hennar eigin flokkum með þess að loka það á hana Svo er það öfgakennt einmitt að flokkurinn bara stoppar það og markaðarnir gera það líka og einmitt alþjóða gjaldeyrisjóðurinn hefur líka svona undanfærin ár byrjað að tala svolítið gegn nýfrjálshyggjuna því að þetta er einmitt bara að ganga svo langt sko. En svo einmitt því miður og mikið í vestrænu löndunum að innviða uppbygging er að verða bara algjörlega á forsendum enga fjármagns og meira þess að Keir Starmer sem núna forsætisráðherra fyrir verkamannaflokkinn í Bretlandi sem sko sagði þegar að Jeremy Corbyn var tekin út sem svona eins og breski Bernie Sanders sem var fyrir Keir Starmer og þá sagði Keir Starmer sko ég sammála Bernie í öllu bara hvað nema hann einhver gyðingahattari eða eitthvað Starmer sagði sko en það er önnur sagði þannig að hann var skrimslavæddur en svo bakkaði hann með það allt sko Starmer og hann sagði nei efnahagsaðstæður hafa breyst við getum ekki hækkað skatta á enn ríku og svona við getum ekki fjárfest beint inn í heilbrigðiskerfið og inn í fleiri innviði og svona og núna hann búinn að vera að fá til sín risavaxna vogunarsjóða
á fundi BlackRock meðal annars og þeir ætla að fara í innviðar fjárfestingar og uppbyggingu á forsendum þess og svona svo kallað private public partnership þar sem þú hleypir inn enga fjármagni sem kemur með peninga og á móti geta þeir rukka leigu eða eitthvað svo leiðis átt hlut í einhverjum innviðum og þetta hefur bara sýnt sig, þeir hafa gert þetta lengi í Englandi á ýmsum sviðum og þetta kostar bara miklu meira skattgreiðandann, kostar skattgreiðandann miklu meira ásamt því að auka ójöfnuð og fleira og þeir ætla að fara að gera þetta bara á milljón í Breitlandi og fagna sér stærum þetta og reyndar er þetta líka sem að Biden ríkisstjórnin hefur verið að kynna því að þú veist Kína er búið að vera með belti og braut verkefni sitt sem er svona innviða fjárfestingaverkefni og þeir eru frekar hóflegir í því hvað þeir taka inn af þessum lánum og svoleiðis þannig að Biden kynnti á svona örgulega fleiri G7 ríkjum verkefni að fara í innviðauppbyggingu í þriðja heiminum svo kalla en það er alltaf svona public-private partnership forsendum á þeirra forsendum, já og forsendum einkafjármagns já og forsendum gömlu nýlenduherrana það var ekki Angola núna eitthvað tala um eitthvað á jafnbraut þar eitthvað svona Herðu, já það var eitthvað þannig þetta er snar galið af því þetta kostar bara mikið meira yfir heldina þú ert að koma inn einhverjum svona þetta er eins og einhver örvera sem kemst þann inn og er bara að sjú út úr þessu skilur og mun gera það byrjað hérna með jarðakaup hérna á Íslandi sko hérna Framsóknarflokkurinn hefur bara ekkert gert í rauninni sko, jú var ekki eitthvað lög sett á eitthvað svona smá takmarkanir og eitthvað eins og að því að kom þessi kýmverski kaupsýslumaður, það var náttúrulega alveg hræðilegt sko, en svo kom þessi Radcliffe og það var allt í lagi já en þeir eru þeir eru að bjóða jarðir hjá bændum sko og hérna og í staðinn fá bændunir að búa áfram að leigja af milljarðamæringnum sko þeir verða leigulegar bara eins og var þetta verður bara svo Kúba sko bara Jón Hreggviðsson hérna það er rosa mikið áhugjefni að þessi almannalönd séu líka hverfa sko. Við fórum nú nokkru frambjóðendur frambjóðendur sósíalista fórum í heimsótti bændasamtakana og það var mjög áhugavert að heyra þetta og bara vekur áhyggjur að þetta er að gerast margir meðalaldurinn í bændastjórnir er 63 ára 67 meira segja já Dísas. Og margir eru að fara á eftirlaun og þá vilja þeir selja jörðina sína og það eru auðmenn sem koma inn og bjóða þrefalt jafnvel uppsett verð já, og jável þó þeir gerir það og náttúrulega engin annar bóndi sem vill verða nýr bóndi getur keppt við eitthvað sem kemur og býður þrefalt verð en jáfnvel þó að auðmenn sé að borga þrefalt verð þá er kannski ekki inn í verðlagningu á landinu er ekki þú veist vassauðlindirnar sem eru á landinu og mögulega námugröft sem væri hægt að gera og svona þannig við erum að gefa undan okkur alveg gríðarleg verðmæti og það er ekkert staðið í lappirnar gegn því. Erfitt fyrir örgulega marga bændur að neita einhverjum manni í jakkafötum og kemur sneisa fulla töska peningum og bara bara fyrir margar örgulega mjög skiljanlegt sko, það er í árið sko. Það eru miklar áhyggjur á bændastéttinni og bara íslensku landbúnaði. Ég hugsa mikið þetta í alvöru sko. Og þessi svokölluðu bændaflokkar þeir hafa bara hort á þetta gerast sko, núna bara í áratugi og maður sér að sveitabæðum þetta eru gömul fjárhús sem voru byggð svona 70 og eitthvað kannski 80 og eitthvað og niðurnísla og það er náttúrulega búið að breyta þessu kerfi þannig að bændur fá ekki eins sko styrki og áður það er bara algjörlega búið að mylja undan þessu og nú fáum við Viðreisn sem er ekki bændaflokkur þau kalla meir eftir þessi innfluttu matvæli frá Evrópusambandinu og það veri hagkvæmari landbúnaður sem að þýðir að þá kannski að sameina bú og vilja fækka sauðkindum og alls konar svona. Það er náttúrulega eiginlega orðið því að þetta er eiginlega orðin bara verksmiðjubúskapur. Það er iðnaðar, eins og mjólkurbúin eru orðin bara þau þarf að vera með lágmark, bara róbot og 60 kýr eða eitthvað. Ég meina við eigum nóg af öllu, við getum rækt okkar eigið grænmeti til dæmis. Ég er ekki alveg að skilja okkur, við erum endast að flytja þetta inn, við hefum nóg af fjár. Þetta er náttúrulega heilsalarnir sem verða til eftir seinna stríð. Það er bara svo gríðarlega hagsmuni. Það er helmingurinn af öllum matvælum á Íslandi er innflutt. Já. En það er rétt hjá það væri hægt að, þú veist, 80% af rafmagninu á Íslandi fer í 3 álver. Það væri hægt að breyta því og nú var verið að hækka líka rafmagnskostnað til grænmetisbænda. Mér finnst bara sósíalistar að vera mjög öflugur þegar kemur að því að tala fyrir bændur því það er engin flokkur sem er raunverulega að gera það. Við ættum algjörlega að leggja bara sterk áherslu á það bara fyrir næstu árum. Ég talaði mikið af bóndum á netinu og hittu líka sem að alltaf styðja okkur og nú veit ég ekki alveg hvort það varð að því hvort þau kursuðu að endanum eitthvað annað en fólk er að heyra hugmyndunar okkar og er að
lítast á það, en það erum við bara að tala á mjög raunhæfum nótum og það verður að ráðast í svona efnahagslegar breytingar, pólitískar efnahagslegar breytingar í þágu fjöldans. Ég hugsa líka alltaf bara það sem við náðum að koma fram núna fyrir þessar kosningar, þetta voru 7 vikur. Þannig að ímyndum okkur bara hvað hægt að gera á þessum árum. Þetta voru bara 7 vikur. Maður má heldur ekki gleyma því, sko. Nei, þetta var einmitt mikið kapplaup og líka svolítið bara rökk í gang. Já, en sko, gríðarlega stuttur tími, sko. Ég dáist og eins og ég nefndi á fundinum í gæra og bara fólk bara virkilega teka ofan fyrir og klappa fyrir, sko, að bæðum manna alla listana og undirskriftirnar, stuðningsyfirlýsingarnar og bara koma þessu á stað, sko. Það var ótrúlegur kraftur. Og fara, þú veist, í öll kjördæmin og hitta fólk og bara, þú veist, það er það sem að, þú veist, gladdi mig svo mikið, en sko öll stærstu afrek mannkynsins eru í samvinnu, sko. Í samstöðu, já, algjörlega. 100% og merkilegt við erum ekki með, sko, fyrir utan alltaf borgarfulltrúan okkar sem eru á launum hjá borginni, og þá eru við ekki með neitt starfsmann. Ekki einn. Og meðan að flestir hinni flokkarnir, þó þessu litlir núna, þeir eru með, þú veist, alveg upp í 5, 6, 7, sko. Plús allir aðstofamenn, þingmanna og allt svoleið, sko. Já, þeir sem eru með þingmenn eru náttúrulega fullum launum, mjög góðum launum með þetta. Og svo alla aðstofamennina og þú veist, framkvæmdastjóra, skrifstofustjóra eða eitthvað svona. En við náðum að gera þetta allt á sjálfboðavinnu. Og það var nú reyndar samt rætt svolítið í gær, sko, því að það eru mjög margir sem lögðu mjög mikið á sig að kannski sé komin tími fyrir okkur til þess að ráða einhvern í það að skipuleggja meira starfi, eitthvað svona framkvæmdastjóra, ykkur úr græsrótinu sem hefur sýnt sig að sanna og við treystum. Ég held að það þurfi klárlega einhvern sem getur fengið hennan tíma til þess að byggja upp starf all landi og hjálpa til með það að vera í sambandi og kannski bara bæta aðeins strúktúrinn í flokknum og svona. Það er alltaf hægt að laga hluti en þá þarftu einhvern sem kannski hefur tíma í það og mér þætti alveg ekki að við komum til að fengi greitt fyrir það. Nei. Algjörlega ekki. Og bara góð laun en ekkert íkt eins og oft gerist í miður hjá sem stjórnmálaflokkum er að fólk er að fá, þú veist, upp í komin á laun sem eru sambærilega þingmenn. Og náttúrulega laun þingmann er bara galin. Ótrúlega há. Alveg nóg. Það er bara að borga mannsæmandi laun. Já. En þegar við vorum að byrja að hringja út kosningastjórnin að heyra í félögum hringin í kringum landið og þá vorum við stundum að finna sósíalista sem voru í einhverjum bæjarfélögum og þeir voru kannski 2 í litlu bæjarfélagi sem voru skráðir í flokkinn, sko. En þeir vissi ekki okkur öðrum. Það var bara svona sorglegt, sko. Já, pæli það því. Klárlega að tækja verið til að efla, sko, þarna landsbyggðina. Tengja fólk saman allt land, sko. Þannig að þá er þetta eða næstu árum í að byggja eitthvað upp. Já, við verðum að taka þetta roadtrip. Algjörlega, og nokkur sinnum bara að fara svona. Og bara öll fólk utan á landi líka, bara hittumst og ferðumst á landi og tengjumst. Já, og kalla alla saman og og þetta var nú náttúrulega reynt alveg líka sósíalistaflokkurinn hefur alveg sett athygli í það að reyna að virkja fólk út á landsbyggðinni og koma að stað einhverju svona starfi þar og það er nú tekist að einhverju leyti en svo fjarar það út en þá þarf bara að reyna meira og reyna áfram og það er fullt af fólki sem hefur orðið virkjað í kosningabaráttunni og þetta kannski bara svona umgjörð, skýra umgjörð. Já, það er líka miklu fleiri heldur en kannski sumir sem gera sig grein fyrir það þeir eru hugsa, þú veist, sem félagshyggju fólk, sko, þó svo að sko, það er íslenska orðið fyrir sósíalismi, að þeir vilja samfélaginu vel, þeir vilja, þú veist, að allir hafi vinnu og þakki yfir höfuðið og heilsugæslu og svona. Radikalist. Crazy. Það er kannski bara svona meira press eins og flokknum, þú veist, í bæjum. Bara að sé að minna á sig og séu kannski með fundi þannig að þú veist að við gleymst ekki klálega eitthvað sem við heldum ekki með að skoða, sko. Sósíalismi er held ég svona alþjóðlega heitið yfir félagshyggja meðan íslenskan er svona félagshyggja þannig að sósíalismi er kannski aðeins öðru sem meining í því en bara að því leyti að þetta vísar til þess svona alþjóðlega samstöðu. Eitt mjög fyndið þegar við vorum að safna meðmælum og þá fór ég í Fjörðinn í Hafnarfirði og þar sátu einhverjir 8-9 mjög gamlir kallar og voru í góðri stemningu bara og ég ákvað að spyrja hvort þeir sælistrákar viljið þið ekki skrifa undir hérna meðmæli fyrir sósíalistaflokkinn? Fyrir sósíalistaflokkinn? Fóru að skella hlæja og þessi er nú sósíalisti og svona hálf að búlja einn sko. Og ég bara svona hlæja þeim sko, tekið alls ekkert inn að mig og fór og talaði við þennan eina mann sko og
spurði hvort að hann vildi mæla með okkur og þá sagði hann væri búinn að mæla með frambúði en hann var mjög skömmustulegu greið maðurinn af því að vinnir hans voru bara eitthvað að rakka hann niður sko. Og hann fór svona settist eitthvað þá ekki þurfa að vera svona en þá sagðist hann vera að styðja Flokk fólksins svo fór ég út við innganginn af firðinum og þar sat einhver verkamaður í svona verkamannagalla og hann var þeldökkur sem sagt og svo komu þessir þrír kallar af þessum hóp og komu fram hjá og voru eitthvað svona spurja mig eitthvað hvað spjallaði mig og eitt spurði svona þessi má nú ekki kjósa það oh my maður sér svona rasismann í þessu líka sko en já, svona hefur þetta mikið verið þú mátt ekki vera sósíalisti og jável talandi sjálfstæðisflokkin í gamla daga þú veist það máttu bara ekki vera ekki sjálfstæðismaður, skilur þú verður að vera í flokknum Þetta klálega svona meira vandamál held ég út á landi heldur en hérna, það svona meira tólerita að maður sé sósíalisti í Reykjavík en það kannski liður í því að hérna byrjaði að hjálpa fólki á landsbyggðinni að koma þannig fram bara mjög mikilvægt að koma á sína stuðning og sína litin sko, sína lit og valdefla fólki í því að segja, tala bara reynt út kynna hérna, já, einmitt efla okkur meira með bændur sko já, algjörlega efla eitthvað stefnu þar bóndi bústólpi og málið náttúrulega þetta er nauðsynlegt félagshyggjan er nauðsynlegt til þess að koma samfélaginu á réttan farveg þá þurfum við að byrja að tala meira við þurfum að fara að segja þú veist að þarf að samnýta vinnu og auðlindir á landinu arðsemi þess miklu meira til þess að reka þetta almennilega það hentar ekki hagsmunum yfirgnæfandi meirihluta landsins að reka efnahaginn eins og hann er rekinn núna við getum gert breytingar Já, vorum þetta líka þegar við vorum að tala 5% þröskuldin sko, við erum öll sammála að þetta eru fáraleg lög og allt það en hérna svo erum við raunverulega verið framan okkur og fólk búið að tala eitt hvort það sé sniðugt að bjóða fram sameiginlegan lista með öðrum flokkum sko. Alls ekki galið. Sem að þýðir ekki það við sem að sameinast öðrum flokkum heldur bara að þá erum við reyna að gera verkum að það nái fólk inn frá öllum þessum flokkum þannig að mér finnst það ágætis hugmynd sko að ef við erum að reyna að finna einhverja leið til þess að ná inn fólki en svo náttúrulega svolítið langt í kosningar allavega með hvernig staðan núna það líka hægt að bíða bara að sjá hvernig þróunin verður sko og halda bara frá að byggja okkar flokku upp en ég held að maður aldrei halda dyrtum lokuðum fyrir öðrum alls ekki efla samskipti á milli félagshyggis fólks sem kannski mismunandi flokkum bara það getur ekki verið slæmt alls ekki Ég meina við bara minnum á að það til ný stjórnarskrá sem var afhent Alþingi og samþykkt í þjóðaratkvæði og samþykkt, já og samþykkt meira 70% þessum kursu allavega meiri hluti og hérna þar segir að landið sé 1 kjördæmi og þegar við getum líka spurt okkur hvers vegna Reykjavík 2 kjördæmi hvers vegna eru svona mörg kjördæmi í svona litlu landi næringar átt og allt þetta svona í samhengi við 5% múr og þetta það bara svona þetta náttúrulega bara til þess að koma í veg fyrir grasrót og annað og félagshyggju ég haldið að hægri öflin hafa gert þetta og hversu afdrifarík svik við þjóðina með stjórnarskrána virkilega að hundsa þjóðaratkvæðagreiðslu vitið þið hvaðan þessi 5% af þröskuldu kemur? Það er komið fram hérna á samstöðinni og það verið að tala líka það er bók núna sem kom út varðandi kosningarannsóknir sko það var til þess Davíð Oddsson og þeir á þingi þess að fengu þingið fóru í stjórnarskrána breytinni til þess að flokkar eins og frjálslyndiflokkurinn kæmist ekki inn á þing bara í alvörunni til að stöðva alla grasrót Þetta er náttúrulega alls þekkt líka í Bandaríkjunum svona gerrymandering eins og við talaðum þú veist þá er það bara svona að breyta kjördæmum eftir einhverjum hentileika þú veist kannski eru fátækari hópar hérna akkurat á þessu svæði þá bara svona sneiða þær framhjá því einhvern veginn og kannski þetta er bara margs annað það hefur gerst oft sko og republikanir og demokratar eru segir þetta að það er eitthvað frambjóðandi sem líkar ekki við eða búin að vera í einhverju borgarstjórn eða hvað það þá fara það bara breyta kjördæminu þess frambjóðanda til þess að koma honum í burt sko. Þeir eru bara að fanta pólitík og hann er kannski eitt sem við ættum að skilja átt okkur á einmitt er að hversu mikli fantar hægrið getur verið og við þurfum líka alveg að vera hörð í horn að taka við höfum ekki að vera of lin alls ekki alveg eins og Obama sem var nú aldrei einhver róttækur félagshyggjumaður þú veist en hann laug kannski það til þess að komast inn á þing það var svona talinn, já en hann fekk sem sagt alveg það sem kallaði í Bandaríkjunum supermajority í báðum þingum Bandaríkjana ásamt því að vera forseti og hann hafði talað fyrir svona
public option, almennum option í heilbrigðiskerfi það sem allir valkost, já, svona svipað á Bernie Sanders að tala og hann hafði tækifæri til þess að bara ýta þessu gegnum þingið með sinn ofur meirihluta en hann sleppti því og ástæðan fyrir hann sleppti því og þá sagði hann nei, við þurfum að gera málamiðlanir við republikanana, við viljum ekki stunda slíka pólitík þar sem við ítum bara í gegn því sem við getum við þurfum að tala við hinn minnihlutan og svona eins og náttúrulega að gefa rosa gott fordæmi sko. Og svo sjáum við náttúrulega þegar republikanir komast til valda þeir bara hamra og hægrið alveg eins hér heima sko. Já, það ágjur á þessu þetta verið svona líka núna þegar sko, svona stjórn kemst til valda að þau ná kannski mjög litli gegn út af því að þau hafi ekki einmitt bakbeini til þess að standa gegn þrýstingnum frá hærinu. Já, og í raun því miður ekki styrkin, ekki þingstyrkin. Þau þurfa, ríkisstjórn, þetta skásti kosturinn sem uppi eiginlega, er þessi valkyrju stjórn. Já. Og það eru erfiðar málamiðlanir þar. Já. Þar fyrir innan, já, einmitt. Við verðum meira bara að sjá. Góðs gengis og ég vona líka bara að sko, það hefur eiginlega verið stjórnakreppa núna á Íslandi ansi lengi það er líka bara óskum það að komi starfhæf stjórn. Við verðum bara eiginlega að sjá hvernig þetta þróast sko. Og verkefninu ærin, þeir taka við náttúrulega mjög skuldum ríkissjóð og það er fullt af málum sem að bara búin að láta reka sko sem að það er alvarleg staða fyrir marga, það eru 10.000 fátæk börn sem gefur til kynna þess magn fjölskyldna sem þarna, húsnæðis ástandið ekki að batna mun ekki gera það nema að það sé gert eitthvað stórt sko. Maður vonar sérstaklega að verða eitthvað gert í húsnæðismálum af því það voru loforð bæði frá Samfylkingunni og Flokki fólksins og mér minnir jafnvel að Viðreisn hafi eitthvað verið að tala varðandi Airbnb sko einhvers konar takmarkanir á því mér minnir að það hefur verið svona eina sem Viðreisn var kannski svona hlint sem myndi teljast svona eitthvað róttækt sko og líka ég vona að ná einhvers konar takmarkanum á því að fólk sé ekki að leigja út fjölda íbúði í Airbnb að sé bara í lagi að þú leigir þína einu þú ert að vera í frí eða eitthvað svoleiðis ekki að kaupa 3 íbúði bara þarft ekki að búa í einu svona ár og þessi fjárfestingavæðing öll sko í húsnæðiskerfinu. En ef þessi valkyrjustjórn kemur hvern haldið þið að stefna Íslands muni breytast í öllum Palestínu? Ekki mikið. Ég veit það ekki sko. Náttúrulega þegar Samfylkingin og Vinstri græn voru ríkisstjórn þá viðurkenndu sjálfstæði Palestínu. Ég veit ekki alveg hvað Viðreisn eru þau ekki svolítið búin að hlutlaus bara í þessu einhvern veginn Ég fór einmitt fyrir hönd sósíalista á fund sem Félagi Ísland Palestína var að skipuleggja Gaza á framtíðina og þar var Sigmar fyrir Viðreisn og hann bara alla leið efnahagsþvinganir styðja málsótt Suður Afríku og svo framvegis mjög gott. Þetta eftir frambjóðendum. Rosalega. En því miður, já. Fyrir þann tíma, mér fannst þetta eins og bara þegar þessi panel, þetta pallbásumræði hjá Ísland Palestínu komið, þá var einhvern veginn, þá var alltaf bara já, hér er við. Það var nú ætlum við að segja styðja Palestínu, þú veist, það var búið að vera heilt ár bara mótmæli og þú veist, fáir engin þingmenn komið að tala við með tjaldbúðarnar og það er ljáð málsaði nema kannski, þú veist. Svo var Norðausturkjördæmafundur og þá var oddvitinn þeirra til svara þetta og þá voru svörin mjög óljós sko. Þá er hann í einhverju kjördæmi sem er kannski ekki eins mikið fyrir Palestínu eða fundi sem er ekki eins svona mikið með Palestínu. Þannig að ef maður veit ekki alveg, þú veist, hvort það verið eitthvað raunverulegur aðgerð eða hvort þau verið kannski aðeins harðar í orðuræðu. Ég held það frekar sko, ég held að muni ekki með neitt breytast. Ég veit ekki með hvort þau myndu fara í viðskiptaþvingar en það er eitthvað sem þarf bara að halda áfram að ýta eftir. Það er kannski auðveldar að ýta eftir þessum flokkum að þau gera eitthvað. Það var ykkur að skrifa á Facebook á ykkurum hópnum sem til stuðnings Palestínu og þá var verið að benda á það hvað er nauðsynlegt að fólk þrýsti áfram á þessar kröfur að við förum út á götur og erum að mótmæla og skipuleggja aðgerðir og svo framvegis og vera hávær og sýnileg og því að kannski með því Viðreisn var að segja þú veist fyrir kosningar að þau vilji þetta á hitt en það verður svolítið að innbra eftir því og sömuleiðis með samfylkinguna en helstu áhyggjur ef það kemur upp valkyrjustjórn er þetta flokkur fólksins sem að hefur ekki verið skýr í þessu og bara þvert á móti því miður. Þvert á móti, já. En hún Inga Sæland sagði já við því að þetta væri þjóðarmorð þannig að kappræðum heimildarinnar en svo vorum við með oddvita þeirra í Norðvesturkjördæmi Sigurjón Þórðarsson sem í pallborðsumræðum þar hann sagði þar að jú þetta er þjóðarmorð en við ættum ekki að gera neitt í því sem bara, en ég hef líka séð hann á netinu í opinberri umræði vera bara virkilega rasískur og mikill stuðningsmaður
aðgerða Ísraels bara fyrir neðan allar hellur en þessu verður að mótmæla áfram og þrýsta á. Já, mitt. Já, þessu hvergi næri lokið sko. Nei, því miður, það heldur bara áfram. Það er hryllilega hlutir sem að gerast og þá verður að beita sér gegn þeim. Þetta er bara skemmtilegt spjall. Yes. Það er ekki góð. Smá föstudagur í manni. Föstudagur. Já. Allir búin að vera uppteknir. Gaman að ræða málin aðeins. Mjög. Og þið kæru gestir, takk fyrir að staldra með okkur. Endilega fylgist með komandi fundum, félagsfundum hjá sósíalistum. Það er mjög gaman, góð stemning eins og var í gær. Og hvet ykkur að vera með í því þróunarferli sem við erum að halda áfram og stjórnarandstöðinni sem nauðsynlega þarf að halda. Og það er nú ekki kannski stjórnarandstaða per se sem að skipti máli heldur er að andstaða við aukna einkavæðingu, aukna einstaklingshyggju sem henta bara hinum örfáu, ríku og voldugu. Það er andstaða við meðvirkni með þjóðarmorði, þjóðarmorði og heimsvaldastefnu og hernaði og svo framvegis. Þessu þarf að berjast gegn. Takk fyrir að vera með okkur og góða nótt.